eins og þetta mál allt byrjar og þessi stormur verður til þá það í kringum þetta hlaðvarp eigin konur sem að hún segi þetta sem að í kjölfarið veldu því að einhver hópur 40 konur gera yfirlýsingu til þjóðhátíðarnefndar að ég fá ekki að koma fram þar og af því að eins og þú segir það var svolítið stemming fyrir bara að taka þá mark á því og þessar 40 konur ætti að vita það í dag að umræddur þáttastjórnandi Edda Falag það búið að marg standana að bláköldum legum bara bæði menn og málefni og sjálfa sig og aðra og það augljóst að sú manneskja var ekki sá réttlætisriddari sem hún gaf svo út fyrir að vera en það 40 konur hafi skrifað undir þetta og ég bara velti fyrir mér hvernig það horfa framan í spegil í dag Já, ég veit alveg hver þetta voru á mörgu leiti sem voru að beita sér í þessu og sumt fólk bara einhverju sveitungar og fólk sem foreldrar minni þekkja sem tók þátt í þessu, þetta svo skrítið hvernig það margir til í einhvern veginn að sparka skilur þegar þú ert í liggjandi það svolítið fyndið áhugavert bara en líka lærdómur en já, þjóðhátíð hefur samband við mig þá eða þjóðhátíð nefnd og það þetta rosalega flókið af því margir af þeim sem að ég hef komið fram fyrir í tengslum við þjóðhátíð og ég náttúrulega til mig vera nokkuð mikinn Vestmannaeying, pabbi minn fæddur uppalinn, ég fór alltaf á sumrin, fór alltaf í Lundapeysuleiðangra, amma mín og afi mjög gott fólk heitinn, þau byggu alltaf þarna og ég hef haft svolítið sterka tengingu við Vestmanneyjar og Vestmannaeyinga og mjög marga vini og kunningja þarna sem að gera þetta kannski aðeins bæði flóknara og sárara fyrir mig af því að eins og ég hef oft sagt ef þú sem manneskja veist innst inni að þetta ránt og það ekki verið að gefa alveg rétt að mynda þessum einstakling þá ættur þú bærir í raun aðeins ábyrgð svona siðferðislega bara sem manneskja aðeins að bakka viðkomandi upp, stíga upp og segja bara kom þú og syngdu fyrir okkur eða gerðu þetta, við vitum að þetta ekki rétt við þekkjum þig og allt þetta fólk og vitum alveg hvernig þetta komið til og svo framvegis eins og margir félaga mínir liggu við sem eru tengdir þarna í þessum nefndum og svo leiðis vita alveg og ég hef meiri sér átt spjallið og inn á milli, ég fest undum og syngi í Vestmannaeyjum og allt í lagi og þeir segja bara við fyrsta lagi segja þeir segja við viljum ekki taka áhættu við viljum ekki rugga bátnum og þeir segja líka að ákveðið fyrirtæki hafi beitt sér allharkalega gegn því ég fengi að koma fram því þá myndi kannski slettast á það fyrirtæki og fólk getur þá bara reynd að finna út úr því hvað það en þetta eru þær upplýsingar sem ég hef þá fengið frá þeim varandi þetta. Þeim ber engin skylda til að bóka með þarna eða neitt slíkt en því miður þá verð ég að líta á þetta raunsætt og varandi þá fyrirtæki mitt og það sem ég skila þess frá sem bara Ingo Vög og tónlistarmaður og hvernig það í raun leggst í rúst og tekum mikla vinna að reyna að byggja upp aftur að miklu leiti svo ábyrgð að þeir bara taka ákvörðun og raun henda mig bara undir lestina og ég var búinn að vera að spila þarna í 10-15 ár á, svo ég segi það bara lágum launum líka, ég var bara að reyna allt til að ég bara þótti vænt þjóðhátíð og þykir vænt Vestmannaeyjar og Vestmannaeyinga sérstaklega þá mér svolítið bara svona hendi eins og kúkableiu og það einmitt það hefur svona magnandi áhrif á þegar fréttir berast af því að þjóðhátíð sé búin að cancela Ingo og þá hlýtur Ingo að vera alveg hel sekur þá eru ennþá fleiri sem hugsa hann er algjör dóni Já, það er svolítið svona stórt í þessu öllu að þeir gera það og gera það bara einhvern veginn þannig að ég kem ekki vel út úr því og hef ekki komið eftir á og það sem maður kannski hefur verið svolítið sárt við það að svo hef ég farið mikið og spila út í Eyjum og alltaf hver á fætur öðrum að koma til minn og segist vera ósáttur við hvernig þeir hafa nálgast þetta en allt í lagi, þeir eru bara með þessa hátíð og þeim ber engin skylda til þess að bóka mig og í raun bara í tengslu við Eyjarnar og þjóðhátíð, mér þykir bara vænt Vestmannaeyinga og Vestmannaeyjar, bara fullt af vinum, kunningum en varandi þjóðhátíð sem þá bara eitthvað í raun þjóðhátíð bara fyrirtæki, bara entity sem að styrkja sig en IBF íþróttafélag eitthvað sem hefur gengið vel í mörg ár en þeir, vináttan sem ég vildi alltaf sína þjóðhátíð í raun með því að gera aftur og aftur gigg fyrir á og ég veit að ég gerði það fyrir mjög sanngjarnt verð, vægast sagt tala upp þjóðhátíð, reyna að styðja við allt tengt Vestmannaeyjum og IBF og öllu slíku
vináttum mín ekkert minni gagvart vinum mínum í Vestmannum en varandi þessu batteríi sem heiti Þjóðhátíð í Eyjum þá allt í einu fekk ég engar þakkir fyrir allt sem ég hefði gert. Ég samdi þjóðhátíðalag, ég hef aldrei fengið neitt lunda eins og allir fá fyrir það. Það hefur bara verið, þú veist, og það er aldrei minnst á mig neins staðar. Mér er aldrei þakka fyrir þessi 10, 12, 15 ár sem ég komi og sungið þarna fyrir lítið og gert það bara vel, lagt mig allan fram, lagt mig fram að þeirra vegferð verið sem mest, en þakkirna frá nefndinni sjálfur og því öllu hafa bara verið engar, 0. Já, það er nefnilega það. Já. Og ég fatt að þetta þegar þú segir að það er þetta á bakvið þessa þjóðhátíð stærsti styrktaraðalinn er Ölgerðin sem að er bara skaðvaldur þegar það kemur að vók áherslum í þjóðfélaginu með sínum herferðum og það er bara þannig og það er auðvitað hlýtur að vera einhver lína sem að kemur þaðan sem að þeir fá til sín. Já, maður spyr sig, það er allavega í það mest að vildu einhverjir vini mínir sem tengjast þessu, þeir vildi ekki taka fulla ábyrgð á því að hafa í raun útskóða mig á þann hátt sem þeir gerðu sem að ég held þeir vita alveg sjálfur að sé ekki kannski réttur gagnvart neinum sko.